Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Hæ. Af hverju ertu hérna í dag? Vegna þess að mér finnst bara fáránlegt að það geti ekki verið nein heilbrigð skynsemi í málefnum flóttafólks á Íslandi. Hvað þá málefnum barna og flótta. Það er bara algjört rugl, við erum löngu búin að lögfesta barnasáttmálann og ef hann hafa eitthvað vægi, líkt og bara eins og alvarlega staðan hjá alþjóðalögum í dag, ef það hafa eitthvað vægi þá verðum við að bera virðingu fyrir því. Við skulum bara gjöra svo vel að gera það strax. Finnst þér að dómsmálaráðherra hafi, mætti sýna svona meiri mildi í þessum málaflokki? Já, hún mætti svo sannlega gera það vegna þess að forverar hennar hafa verið heldur grimmir og ef hún ætlar að reyna að sýna fram á það að hún ætla að falla frá þeirri stefnu þá þetta kjörið tækifæri, ekki langt liðið af kjörtímabilinu og nú er bara dugað að drepast. Þar að ekki vil ég líka bara koma inn að það að hún er ekki yfir gagnrýnin hafin. Fyrir nokkrum dögum var Albert Lúðvíksson lögmaður að gagnrýna fyrir meinta vanþekkingu í mansalsmálum. Hún var mjög fljót að fara í fjölmiðla og bregðast við því, heldur illa. En maður hefur ekki heyrst neitt frá henni varðandi þetta mál, þannig ég vona að hún bara gera það sem fyrst. Og krafan hér í dag var að fyrir skrifstofu tíma í dag þá yrði gerð breyting á og Óskari yrði leyft að vera. Ertu vongóður að þetta muni gerast? Náttúrulega maður hefur verið að vinna í svona málum í tölvöðan tíma og ég gerum aldrei neina vonir. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi Samstöðvarinnar með því að læka síður Samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.